Áskar, bara afar samfærandi sigurinn gegn Valsmönnum í úrslitum Reykjavíkurmótsins. Hvernig metur þetta? Já, ég met þetta bara sem frábæra frammistöðu og gleðilegt að úrslitin fylgi í kjölfarið. Þetta er svona, ég hef sagt að maður er kannski ekki endilega einblína á úrslit á þessum tímapunkti, en auðvitað kannski þegar þú ert komin í úrslitin í móti og það er titill í boði þá auðvitað viltu vinna hann. En mér fannst bara bragurinn á liðinu, bæði með og án bolta, vorum mjög, þetta er að langbesta sem ég sé til liðsins. Þegar kemur að vinna boltan hratt aftur eftir að við töpum honum. Og verið að skynsamur með boltan, tókum yfirleitt góðar ákvarðanir, leystum það sem að Valsmenn, þær gildur sem Valsmenn reyndu að leggja fyrir okkur og ég bara virkilega ánægður með leikinn og svona á þann stað sem við erum með liðið á. Svona alltaf smella saman? Já, bara svona hægt og bítandi, þú veist, auðvitað, það er ekkert hægt að lesa svo mikið, við getum eiginlega bara, þú veist, einu sem við getum gert er að horfa sjálf okkur en það er góð þróun á mínu liði finnst mér og þannig að ég er bara sáttur við stöðuna. Nú eru rúmið 2 mánuðir í mót og við erum að fara í æfingaferð, þannig að ég er bara mjög sáttur. Satt svona svartur blettur kannski á leiknum, það voru, ég veit ekki einu sinni, hversu margir leikmenn sem fóru út af meiddir? Er þetta? Það hefur verið 4 eða 4-5. Er þetta alvarleg meiðsli? Nei, ég held nú ekki. Lúk er búinn að vera meiddur og fann aðeins til, þannig að það var nú svona bara kannski verið varkar með hann, saman með Gyrði. Ég átta mig ekki alveg á með, ég held að Eiður hafi nú bara vikið högg og ég veit ekki með Finn, kannski er þetta aðeins, kannski tóknaði hann eitthvað. En Gyrðir var stífnað upp og þarf að taka áhættu á þessum tímapunkti. Bæði á þessu tímapunkti á undirbúrstímabilinu og svo líka bara með hvernig leikurinn var að þróast. Þannig að, nei, en þetta er auðvitað bara fylgifiskur fótboltans. Þú veist, menn meiðast og til þess erum við með hóp og þá stíga bara aðrir inn. En svona staðan á hópnum, eru þið búnir á félagaskiptamarkaðnum? Ég myndi halda að við eigum ekki margt eftir, það veltur kannski aðeins á því hverjir fara á lán og hvernig svona, þú veist, hversu lengi Guðmundur Andri verður frá og þeir sem hafa kannski átt í lengri meiðslum og erfiðari meiðslum en við verðum ekki mjög aktífir held ég. Svona markvörðarstaðan, verður Halldór bara markvörður nummer 1? Eins og staðan er það, já. Eitthvað talað Guy Smith, er eitthvað til í því? Nei, við hefum svo sem bara átt í góðu samtali við Guy síðan hann fór heim til Hollands og það er ekkert gerst í því og Dóri er bara markmaðurinn okkar í dag. Takk hérlega, Óskar. Takk.